þá erum við bara Það var ekki villimildi, jú, villimildingur eins og alltaf, en væntum samt, útrúið. alltaf erum við á staðnum. Og svo finnst mér rosa skemmtilegt að það kemur svona stundum svona skrítinn texti fyrir neðan. Svo þar sem við erum að reyna að þýða þetta eða koma með svona textaversjón af því sem við erum að segja. Sem er ákveð. Já, Bara gangið vel. mjög. Já, við ætlum að bara velkomin í Miðvíkudagsspjallið. Já. Og kosningin var frábær á þessu sinni, eins og alltaf, það er alltaf verið fleiri sem að taka þátt í að kjóla. Og þetta er gaman að það er oft nýr jafndeila á milli tveggja atriða. Já, og nú þurftum við að nota stjórnfræðilega yfirborðið okkar. Jú, þetta er húsalega fínt á stjórnfræðilega. Mjög. En það voru 2 efni sem voru alveg hnífjöfn. En vegna þess að sum atkvæðin við annað efnið höfðu verið á 2 efni, að það ákveðið að það gilti svona eiginlega hálft. Já, þannig að reglurnar verða bara til jafnóðum, en við erum sem sagt núna á eftir að bara fjalla hugvíkandi efni. En við ætlum að byrja á áður en við förum á stað í það spjalla, að bara rétt að minna á ýmislegt sem er á döfinni hjá okkur mestunni. Við erum með opið hús í Orkusteinum milli 3 og 5:30 í dag og við vorum á morgun. Á fimmtudaginn, já. Og við erum búin að fá við erum svo geggjaða sendingu, ég bara kíkja Instagram í Orkusteinum, það er bara, við sjálfar erum bara sitjum í kristallaða búkonum í bara vímu, þannig að mjög vel að sitja í góðu. Við erum ekki kristalla á skiptaðinni. En svo er það kynningafundur vegna námskeiðsins þín persónuleika sem að verður núna á Zoom 10. apríl. Já, og það er við 5:30. Það er að skrá sig á vefnum okkar. Ákveðningafundir, já. Og þá fáum við sendan fundalín. Já, og það er líka það sem er svolítið gott, að það er náttúrulega svolítið upplýsingum á heimasíðunni og til myndbönd og annað, umstagnir og ýmislegt fleira þín persónuleika, en þú getur líka skráð þig á síðunni fyrir tölvupóstum þar sem við förum ennþá dýpra í, svo að það förum nú kannski ekki að lesa þetta allt í löngum bunum, að þá eru þessir upplýsingapóstar mjög góðir líka. Og það eru komnar dagsetningar fyrir næsta skóla og það er tilboð, snemmskráningatilboð til 20. júní, þannig endilega kynnið ykkur það. Fyrir 7. september í ár. Mjög spennandi, bara stað með nýjan hóp, eða nýja hópa. Það er svo rosalega mikið eitthvað í gangi í Orkunni, við veitum ekkert hvað er að fara að gerast, en það verður skemmtilegt. Við eigum ennþá eftir 2 staðlóttir með hópnum sem er í gangi núna næsta laugardag, og svo förum við með þeim út úr bænum fyrstu helgina í maí, og þá vinnum við alltaf mjög skemmtilega vinnu, förum aðeins út af hefðbundinni dagskrá fyrsta daginn. En svo á sunnudaginn, þá ætlum við að taka þátt í alþjóðlegum viðburði. Trommuathöfn, og þetta er eitthvað sem verður gert allan heim. Klukkan 11:33 á staðartíma er byrjað. Á hátíðarsinni. Já, og við ætlum að vera á Gróttu, og það er að finna upplýsingar á samfélagsmiðlunum okkar og sjá hvar við ætlum að hittast og þó að ég er ekki í trommu, þá er þetta að koma með ýmislegt annað til að taka þátt. Það er slá hristur, slá saman spýtum, bara það sem er. Slá saman steinum úr fjörunni. Já, og við ætlum að vera tromma saman í smá tíma og tengja við vatni og vinna með það. Og svo að lokum svona áður við förum í viðfangsefni dagsins, þá ætlum við bara að minna á skráningu fyrir Englareykjanámskeið. Englareykjanámskeið er í Hveragerði, Englareykja 1 og 2, 27. til 28. apríl. Það er hægt að gista á þann, þannig að mér það gegn að fá að vera í þessari orku heila helgi, fyrir að heima á milli, það er bara, en allar upplýsingar það eru líka á heimasíðunni og samfélagsmiðlum. Þannig að, skál. Við ætlum að byrja á að við fáum oft verðum vitni af umfjöllun og umræðum það að kakó sé hugvíkkandi efni, en það er það ekki. Þannig að við erum hér að skála í kakóbolla, og kakóbolli er kakó, svona athafnakakó og seremoníukakó er, við getum sagt, hjartaopnandi, en það er ekki hugvíkkandi. Þannig að við hér með leiðréttum þann misskilning. Já. En það væri ábyggjandi bara að borða sjúklinga alltaf. Já, við varum bara að treyta þetta skrifstofunni.
En við fáum okkur stundukaffi, ég við gerum. En viðfangsefni dagsins okkar sýn á hugvíkandi efni eða hugbreytandi efni við andlega iðkun. Og við erum alveg búnar að taka margar snúninga á þessu viðfangsefni svona í gegnum árin og vegna þess að það er auðvitað alveg komið upp forvitni hjá okkur eins og öðrum að prófa og vita hvað þetta og svona. En við höfum alltaf tamið okkur þá reglu að fara þá inn á við og spurja teymið okkar sem hérna í kringum ljósvörðuna sem halda utan skólann okkar. Að spurja þau hvort að við eigum að gera þetta eða ekki. Það er alveg skýrt. Já, í okkar tilfelli það er mjög skýrt og það er alltaf nei. Þannig að við tökum það bara fram, við höfum ekki prófað. Við erum ekki sérfræðingar í hugvíkandi efni, við höfum ekkert á móti þeim, alls ekki. En við höfum náttúrulega bara okkar ákveðnu sýn og sem byggir á þeirri leiðsögn sem við höfum fengið. Já, og við höfum fengið þetta bara ekki bara fyrir okkur, þetta bara í gegnum í miðlunum. Og já, og kannski má segja, það er eina ástæðan fyrir því eins og á löngunámskeiðunum okkar eins og tímapersónuumbreyting að þá er þátttakendur beðnir að fara ekki í slíkar athafnir á meðan námskeiðinu stendur. En þegar við erum að tala hugvíkandi og hugbreytandi efni við andlega iðkun, þá erum við annars vegar að tala ayahuasca, sem jurt sem notuð í Suður-Ameríku eða svona sjamanum til þess að fara í hugvíkandi ferðalög. Og svo hins vegar það sem mikið talað núna þessi sveppaferðir eða sveppatrygg. Þannig að við ætlum aðeins að taka fyrir hvort sig og ræða það. En ef við byrjum bara á ayahuascanu. Þetta er alda gömul hefð. Jú. Og fólk segir, fólk þegar að tala þetta við okkur þá segir að já, þetta kemur frá náttúrunni og þetta það sem náttúran vill gefa okkur og ég get ekkert sagt nei við því, alls ekki. En mín sannfæring samt svo og það sem ég fengi til mín að einhvers staðar á leiðinni tók manneskja ákvörðun að nýta þessa jurt svona. Og þegar sú ákvörðun var tekin var orkan á jörðinni allt öðruvísi en hún í dag. Það var miklu meiri svona þriðjudar orka. Og það að þessi ákvörðun hafi verið tekið á sínum tíma þýðir ekki endilega hún hafi verið rétt, ekki frekar en aðrar ákvarðanir sem menn hafa tekið í gegnum tíðir. Nei, enda bara plöntur allar gjöf frá jörðinni og geta verið góðar fyrir okkur og ekki rosalega góða líka. Það geta reyndar bara steindripið okkur. Það er margir vinklar á því sem kemur frá jörðinni. Og ég líka bara mjög merkilegt að velta þessu fyrir sér. Það var einhver manneskja sem tók ákvörðun. Kannski var rétt, kannski var röng. Til rangar ákvörðun? Ég veit það ekki. Bara fyrir hvern og einn og hverjum tíma. En það sem svo mikilvægt að horfa á út frá og taka bara upplýsta ákvörðun þegar verið að fara í athafnir að svona skoða, hver tilgangurinn, hvert markmiðið með að fara og af hverju velja þessa leið til þess að gera það en ekki aðra. Og þetta bara sama og við upplifum náttúrulega bara í öllu okkar heilunarferli. Við þurfum alltaf að velja hvaða aðferð við ætlum að nota til þess að losa það sem við ætlum að losa eða upplifa það sem við viljum upplifa. En við náttúrulega út frá okkar reynslu þá náttúrulega verður auðveldara að fara dýpri og dýpri hlutin eftir því sem að æfum okkur meira. Og ég man svo vel eftir í einni miðlunni það sem að ljósvörðurnar komu inn á notkun hugbreytandi efna að þá voru skilaboðin þau að þegar við förum í svona ferðalag og kannski án markmiðs og án utanumhalds, svona almennilegs utanumhalds sem við komum kannski betur inn á eftir, að þá birtast okkur sýnir og við erum að fá upplýsingar og hitt og þetta sem að við erum kannski ekki komin á þann stað að geta meðbyggð. Við getum ekki nýtt okkur þessar upplýsingar sem skyldi vegna þess að við erum að hoppa yfir svo mörg þrep í vinnunni. Og mér fannst myndlíkingin sem við komum með svo flott. Við sögðum að sú eða sá eða þau sem að sitja eða sem að ganga veginn hægt og rólega og horfa í kringum sig koma til með að draga miklu meiri lærdóm en þau sem kjósa að sitja í hraðlestinni og bruna í gegn. Þannig og það í rauninni kannski það sem þessi hugvíkandi ferðalög eru oft á tíðum.
Ég náttúrulega spjalla við fólk sem sagði að það væri bara fínt að fara í þessi ferðalög því þá getur maður bara verið alltaf í 5. vídd. En 5. víddin snýst náttúrulega bara svo miklu meira, snýst að vera í samfélagi og vinna í gegnum allt sem við höfum upplifað í lífinu og allar þessar hindranir sem að eru í veginum og vinna í gegnum áföllin okkar og hvaða leið sem við notum til þess, en við förum ekki og fáum okkur eitthvað efni og erum bara 5. víddinni. Það er eitthvað sem það er svona, nei, og það er eðlilegt að rokka fram og tilbaka, en við þurfum að geta lifað í 5. víddinni án efna. Já, og mér finnst líka svolítið algengt núna að einmitt að það komi til okkar ungt fólk, kannski ungt og leitandi fólk, og þetta er það sem er svo mikið talað núna, að þá er þetta einhvern veginn fyrsta stopp í andlegri iðkun, og það er að fara á sveppatrippa eða í vaskafanir. Og oft finnst mér sko fólk koma til okkar, eða ég heiti fólk sem er búin að fara aftur og aftur og aftur í svona ferðalög. Sumir finna árangur algjörlega, en aðrir eru algjörlega búin að missa jarðtengingu. Því að það er svo lítil áhersla á að halda sér vel jarðtengdum á jörðinni. Því að það er grundvöllurinn fyrir því að við móttökum þekkinguna og viskuna sem þó streymir. Það er bara grundvöllurinn fyrir öllu. Það er að vera vel jarðtengdur í andlegri vinnu er bara það sem að skilar okkur árangri og kemur okkur þangað sem við viljum. Og eins og við höfum alltaf oft sagt að því jarðtengdari sem við erum, því hærra og víðar komumst við. Og þá þurfum við náttúrulega líka þau sem eru með kannski einhvers konar fíknigen í sér, eða þá tendensa þurfa að fara varlega þegar að kemur að þessum efnum. Og segjandi það, þá veit ég þetta alls konar því ég á góðan vin sem átti við mikið neysluvanda að stríða á ákveðnum tímapunkti, en var svo búin að vera edrú í mörg ár, var hikandi við að prófa aður verst en gerði það samt. Og hann sagði að það hefði ekki kikkað inn fíknin hjá honum, en hann vissi samt fólk hvað sem það hefði gerst. Þannig að þetta er svona, sérst bara einstaklingsbundið. Já, þetta er bara fín innan fyrir, við finna auðvitað og eflaust fyrir líka bara eftir upplifunum og annað eins og og eflaust þurfum við kannski að tala einhvern tímann akkurat þetta, hvaðan kemur, hvers vegna erum við og hvað triggerar fíknina. Og eins og Arma sagði áðan, aftur erum við að fara í þessi ferðalög og hvert er markmiðið? Já, og erum við, ein góð spurning sé alltaf, erum við að steyta okkur leið? Nennum við ekki að vinna vinnuna? Ég held að það er svolítið ríkt í okkur að við viljum bara verða rosa andleg, rosa fljótt og vita allt og geta allt og skilja allt. En náttúrulega skilningur og viska fást ekki nefnir með lærdómi og að reyna hluti. Og ég held líka í hvert skipti sem að við tökum hvert lagið af því heilunarferli, við vinnum ekkert í gegnum áföll bara í eitt skipti. Þetta er yfirleitt alltaf lag eftir lag og eftir því sem að við skiljum betur hvað við erum að fara í gegnum og hvað við erum að losa okkur við að þá því hraðar í rauninni verður heilunin, við erum ekki að sleppa skrefunum og þá því fyrr kemur upp næsta lag. Og nokkur sem verið að tala þetta síðustu miðvikudag, þetta, ég er búin að vinna í gegnum þetta. En það var og er yfirleitt engin hraðferð í gegn. Nei, það er engin express leið í gegnum sjálfsvinnu. Við þurfum alltaf að vinna vinnuna og að þó að svona hugvíkandefni geti örugglega hjálpað sumum. Að þá hefur líka komið í ljós að þau geta skaðað aðra. Og þá oft vegna þess að kannski manneskja sem er að halda utan ferðalagið hefur bara ekki þá þekkingu hermi sem þarf til þess. Það er kannski of margir á svæðinu, það er ekki hægt að hjálpa öllum eða sinna öllum eins og það. Þannig að það er alls konar svona hluti sem við þurfum að hafa í huga. Og þá komum við kannski að svefnum. Ef að færa okkur yfir í svefnum. Já, það er náttúrulega margt áhugavert verið að skoða varðandi svefnina. Algjörlega, og rannsóknir sýnt að mikrodósa svefni hefur hjálpað fólki sem er að glíma við geðrænan vanda mjög mikið. En þá skulum við hafa í huga að það að mikrodósa svefni undir eftirliti geðlæknis er allt annað en að fara í svefnatryggð. Og þarna komum við náttúrulega að því sem að aftur að þessu, þetta kemur frá náttúrunni og það,
Það náttúrulega þurfa að taka lyf sem eru tilbúin á rannsóknastofu til þess að geta tekið síðan sveppina og farið í ferðalagi. Þá erum við náttúrulega komin á eitthvað annað, heldur en bara að nota það sem frá náttúrunni og verið að nota náttúrulega efni eins og LSD og MDMA sem eru, og MDMA í klínísku rannsóknum og annað núna, en þetta er náttúrulega bara verið notað í öðrum tilgangi og náttúrulega búið til fyrir 100 árum og notaði í ákveðnum tilgangi en þá er þetta náttúrulega spurning undir eftirliti að nota það sem kemur frá viðurkenndum rannsóknarstofum og annað því að bara lyfjaiðnaðurinn stór og við viljum vita hvað við erum að taka. Já, kannski til að útskýra að sem sagt, við vitum til þess að fólk sem farið í svona sveppaferðir undir leiðsögn einhverja sem maður fer alltaf undir leiðsögn einhver að áður en að sveppirnir eru teknir og notabene að þá kannski búið og þá komum við aftur að þessu kemur frá náttúrunni og það sem náttúran hefur gefið okkur. Ok, náttúran hefur svo sannarlega búið til þessa sveppi, algjörlega. En áður en að fólk fer í sveppaferðina þá tekur það annarkvort MDMA sem óspínulyf eða LSD. Og það, eins og Alma segir, þar þurfum við að setja spurningamerki, ok, þá erum við komið svolítið langt frá náttúrunni. Þá erum við farin að taka eiturlyf. Og þetta eru eiturlyf. Og við vitum ekki hvaðan þau eru að koma. Og mögulega ekki. Mögulega vitum við. MDMA bara í klínísku rannsóknum. Það ekki til sem lyf. En það í rannsóknum núna og það tekur tíma. En þá ertu farin að blanda saman áskiljunaefninu í sveppunum og eiturlyfinu, MDMA og LSD. Þannig að þar set ég virkilega allavega og við setjum spurningamerki við hvað náttúrulegt við það. En svo hjálpar þetta sumum og við svona leggjum upp með það að ef fólk að fara þá sé það undir handleiðslu og til lengri tíma og við höfum verið að fylgjast með því sem að kona sem við þekkjum hefur verið að skrifa einmitt að fara í slíkt ferðalag og hvernig það hefur, hvaða áhrif það hefur haft og mér finnst þetta mjög vel skrifað og vel lýst hjá henni að þetta sé ekki bara að fara í ferðalagi, heldur allt sem á eftir kemur. Og það kannski það sem mikilvægast og eins og við þekkjum í allri andlegri vinnu að þetta ekki eitthvað, þú stoppar ekki bara einu sinni við, skreppur inn, tekur pilluna og svo lappar út og þú ert bara læknaður. Þetta lengri tíma ferð í rauninni og þetta lengri tíma sem þú ert að vinna í gegnum hluti og það þarf kannski að hafa tæki og tól fyrir utan akkurat efnin til þess að fara í gegnum. Já, og þetta kemur inn að ertu að fara í þessar ferðir bara til að fara aftur og aftur og aftur og til þess að uppgöta kannski einhver hluti en þú ert í svo hægi sem þú ert í og meðan ferðinni stendur og svo gerir þú bara ekkert þannig að þú ferð í næstu ferðin eða ertu að vinna það sem þarf að vinna með þær uppgötanir sem þú hefur gert. Og hefur þau tæki og tól og ertu undir þeirri handleiðslu sem þarf til þess að komast á þann stað sem þú vildir með tilgangi ferðarinnar og það held ég sé allra mikilvægast í þessu að hafa einhvern sem í stakk búinn til þess að leiða þig þá til lengri tíma í gegnum vinnuna. Já, og þá erum við að tala sálfræðing, geðlækni, einhvern sem hefur sérhæft sig að vinna með þetta. Það sem verið að vinna bara maður og mann. Það gagnast, þar hef ég trú að þessi efni geti gagnast þér vel og rannsóknir að sýna að þau gera það. En það alltaf spurningamerki þegar þetta eru stórir hópar, það fáir sem að halda utan hópuna. Hvað í raun og veru að koma út úr því? Hugsanlega ég vil ekki útiloka að það sé ekki að hjálpa neinu, bara alls ekki. Það hjálpar alveg fullt af fólki. Og bara áhugavert að sjá hvað að gerast og líka bara út frá mínu sjónarhorni þetta hvað þurfum við? Hvað erum við búin að reyna til þess að komast í gegn? Þetta eitthvað sem eða þetta fyrsta þá? Það eins og fyrir okkur eigum við frekar auðvelt með að yfirleitt að kafa ofan í hvað það sem við erum að takast á í hverju sinni og bara út frá náttúrulega reynslu eftir því til dæmis sem við fyrir oftar í fyrirlífadaglistum því auðveldara að þetta inn í fyrirlíf eftir því sem við hugleiðum meira því minna truflar okkur því dýpri verður hugleiðslan því betri sem jarðhengingin því hærra og víðar förum við þetta æfing líka
og þetta lengri tíma að vinna. En kannski minnast á það fyrir þá sem hafa áhuga á að lesa það sem Guðný var að hennar ferðalag og upplifun og hún leggur áherslu á þessa lengri tíma vinnu. Hún fór í þetta ferðalag undir umsjón sálfræðing sem minnir, það ekki? Og hefur verið að vinna bæði fyrir og eftir með það sem uppkom þar og síðan hann heitir Guðný.is og nafnið Takt pláss í tilveru. Hún bæði með pistla á Facebook og síðan sinni Guðný.is. Endilega kynni ykkur. Mjög áhugavert af því að einmitt þessi áhersla á þessa lengri tíma vinnu og hún búin að vera lengi að vinna í andlegum málum. Þannig að að gera að skoða. En að bara við hvetjum alla til að taka upplýsta ákvörðun og virkilega velta fyrir sér eins og segja hver tilgangurinn og hvað viljum við fá út úr þessu og hver rétta leiðin fyrir mig, hvað kallar hjartað á og getum við nýtt okkur leiðsögn þeirra sem með okkur eins og leiðbeinenda og engla og annað. Við höfum í rauninni, þau skilaboð sem við fengið okkar miðlunum bara við höfum allt sem við þurfum til að taka á móti allir þeirri visku sem við getum tekið á móti. Við þurfum ekkert annað, við þurfum engin efni, við þurfum í rauninni ekkert annað. Og það held ég að þar stoppa margir því við höfum bara ekki trú á því. Að við höfum það sem til þar og við erum alltaf að leita að einhverju utanaðkomandi, til dæmis eins og þessu, til þess að skynja meira, finna meira. Í stað fyrir að leyfa kannski bara skynjuninni að þroskast og finna hvað að með því að treysta skynjun okkar sjálfa, þá vex skynjunin og við getum tekið á móti meira. Við vinnum bara hægt og rólega í gegnum það sem að í gangi og hefur verið í gangi í lífinu og það tekur bara tíma. En við getum samt sem áður huggað ykkur með því að þegar við Alma vorum að byrja á okkar ferðalagi að þá tók svona 5 sinnum lengri tíma að vinna í gegnum hlutina þetta að gera við á morgunni í dag. Þannig að fólk sem að taka sín fyrstu skref núna, það fer á ljóshraða með við okkar sem að vorum að byrja fyrir 20. Við líkum munur, það ótrúlegur munur og þannig að við þið þurfum aðeins að vera þolinmóð en ekki þolinmóð og hlutirnir breytast bara miklu hraðar og það alveg magnað að upplifa það. Og ekki bara við tökum eftir svo mikið í kringum okkur, fólk sem að og við hugsum bara stundum og við erum búin að taka 20 ári. Það var bara okkurlega. Já, algjörlega. En svona kannski rétt í lokin bara, eins og Arnór sagði, að við erum bara vissum ef þið eru að íhuga að fara að nýta eitthvað hugbreytandi efni til að fara í andlegt ferðalag. Kannski númer 1, 2 og 3, einmitt, af hverju erum við að gera það? Hver hvatinn á bak við það? Númer 2, ertu að gera það undir leiðsögn einhvers sem að getur hjálpað þér að vinna áfram það sem kemur fram þarna í ferðinni? Það náttúrulega bara eins og með alla meðferðaraðila að þá þurfum við að treysta og trúa og finna í hjartanu að okkar orka eigi við manneskjuna sem að það vinna með okkur. Og einmitt, og verður vissum að það sem þú ert að taka inn hvaðan það kemur og hvað þú ert að taka. Skeptíska manneskjan búin að við höfum alveg talað um það, við eigum okkur líka vísindaheila. Við erum með stóra vísindaheila. Ég hef unnið í lyfjafyrirtæki og þekki mjög vel hversu strangar reglur eru og annað og við bara prófaði hér á þessu heimili hluti sem eru keyptir í apóteki eða það sem keypt sem fæðubótaefni sem sama efni og hvernig það virkar. Og það getur alveg verið töluverður munur þó að það það saman. Þetta áhugavert. Efnafræðin. Já. Og kannski einmitt. Og hægjum bara, eins og í ferðalaginu okkar bara hægjum aðeins á. Við þurfum ekki að taka hraðlist, þannig að við getum bara gengið í lífinu og dregið lærdóm af því sem að dettur í gangi á okkur hverju sinni. Þurfum ekkert að flýta okkur. Við græðum ekkert á því að flýta okkur því að þá lendum við bara í vandræðum. Ég er búin að flýta mér ansi ofta gegnum það. Það er að tala heilina-krísunum sem kemur ef við ætlum að flýta okkur of mikið þegar við förum í sem að þetta er raunin kælistöðu. Já, helgi. Það er of mikið.
Það er mikið. Já. Það er gullað meðferðarfyllir, við höfum alveg farið svo leys. En já, endilega ef þið hafa einhverju spurningar eða einhver vangaveltur varðandi reynslu af notkun þess svona efna. Endilega deilið með okkur og skrifið athugasemdir fyrir það. Já. Og svo hlökkum við til að sjá okkur næsta miðvikudag og þann miðvikudag er einmitt kynningafundurinn um tímpersónu. Eða bara á Gróttu. Það er svo margir staðar sem við getum hitt ykkur. Opnum hús á morgun, á Gróttu sunnudaginn. Takk til. Takk.